Þið veist, þín ánægja. Já, komið sæl. Það lag hérna sem að fara yfir landið hjá okkur næsta sólarhringum, kemur hérna frá Grænlandssundi og fer síðan í suðaustur og þegar hún farin yfir þá tekur við norðlæg átt hjá okkur sem að síðan gengur hægt og rólega niður á mánudaginn og þriðjudaginn verðum við væntanlega komið með svona hæga breytileg átt þegar það kemur hæðarhryggur inn yfir landið. En ef við lítum á hitasviðið að þá mun þessi norðanátt sem að kemur svona í kjölfarið af þessari lægð, hún mun draga ansi svalt loft til okkar þannig að við getum búist við svölum dögum hjá okkur núna þegar kemur inn í vikuna og gera ráð fyrir að verði víða næturfrost hjá okkur. En við skulum byrja á að skoða kortið sem að gildir í klukkan 9 í fyrramálið. Svona lægðin hún mun reyndar koma inn með skilin í nótt þannig að það verður nú svona gæti orðið svona strekkingsvestanátt og rigning eða súld mjög víða. En síðan í fyrramálið þá verður lægðarmiðjan komin inn hérna á norðvesturlandið og þá svona dregur úr vindi og hann verður nú svona víða bara svona fremur hægur og hún verður svona þegar meðan lægðin að síga hérna suðaustur þá verður svona fremur hægbreytileg átt víða en strax seinnipartinn að þegar lægðin verður komin hérna suðausturlandinu að þá byrjar að vaxa af norðaustri og það verður orðið ansi hvasst hérna út af vestfjörðunum og vestfjörðunum og jafnvel gera það fyrir stormi en ansi stíf hérna norðaustanáttin og en svo dregur úr henni eftir því sem að við förum hérna vestur á bóginn. En með þessari norðurnátt þá munum væntanlega létta til og gæti orðið nokkuð bjartviður hérna sunnan og vestanverðlandið og jafnvel létta eitthvað aðeins til á Norðurlandi vestra líka en norðaustan til verður aftur á móti þungbúið og einhver rigning og síðan slitta og snjókoma til fjalla því að nú eru svona hitatölurnar farnar að síga niður á við. Nú síðan á mánudeginum að þá verður svona norðurnáttina að ganga niður hægt og rólega en hún verður svona nokkuð ákveðin í kortunum þó hún verði talsvert hægari og það munum væntanlega verða áfram bjartviðri sunnan og vestanvert landið og jafnvel á Norðurlandi eitthvað en áfram þyngst yfir hérna norðaustan til þar sem að gæti orðið einhver snjókoma en annars verður nú svona fremur lítil úrkoma á mánudeginum. Og síðan á þriðjudeginum að þá verður svona komin fremur hæg breytileg átt hjá okkur, farið að kólna talsvert og orðið svona vægt frost nokkuð víða og við getum alveg gert ráð fyrir næturfrosti víðast hvar á landinu og það gæti farið að falla einhver svona smá snjóél hérna bæði við vesturströndina og einnig norðan til. Nú síðan á miðvikudeginum að þá byrjar svona vindur að snúast til hægrar suðlægar áttar, byrjar að þykna upp hérna landið sunnanvert, áfram verður kalt og nokkuð bjart hérna norðaustan til, en síðan nýtt úrkomusvæði leiðin til okkar þannig að spár eru nú að gera ráð fyrir því að það verður nú farið að rigna landið sunnan og vestanvert á miðvikudagskvöld. Nú síðan ef við förum aðeins til Evrópu þá nú farið að kólna ansi hérna í Skandinavíu og farið að svona snjóa norðan til, hitatölurnar dottnar verulega niður, annars svona almennt í álfunni svona það þungbúið hérna norðan til, léttir til þegar við förum suður á bóginn og einnig orðið léttskýjað hérna mjög víða á öllum Balkanskaganum, einhverjar skúruleiðingar hérna á suður Ítalíu og vestan til í Tyrklandi. Og það gert ráð fyrir fínum degi bæði í Portugal, Spáni og Frakklandi á morgun, fremur hægur vindur og sést víða til sólar og hitatölurnar svona kannski í kringum 20 stigin hérna í byrjuskaganum og síðan lækkar það eftir síðan fyrir norðar. Nú við skulum fara aðeins vestur haf, það fínt veður hérna við austurströndina þar sem svona háþrýstisvæði ríkjandi en síðan eru kuldaskil hérna á leiðinni suður á bóginn ættu frá Kanada og það verður því farið að kólna ansi hérna norðarlega á sléttunum og hérna við vötnin Viklu en áfram verður hlýtt og bjart við vesturströndina. En á næstu sólarhringinn í okkur verður svona nokkuð breytilegt veður, það verður sem sagt svona vestastrekkingur í nótt með rigningu, síðan dregur úr vindi í fyrramálið og síðan seinnipartinn á morgun verður norðanáttin komin inn og þá með það léttir til sunnan og vestanvert landið en gæti nú orðið áfram þungbúið einhvern austan til. En skulum láta þetta duga verið kvöld, verið sæl.